Já, komið sæl, verið hjartanlega velkomin í Lífæðar landsins, hlaðvarp Samorku. Íslenska raforkukerfið stendur á tímamótum, orkuskipti og aukin eftirspurn kallar á að innviðirnir okkar séu með öflugir og þar stendur Landsnet í miðunni með sitt flutningskerfi sem flytur orkun okkar út allt land og framundan eru einmitt gríðarleg uppbyggingaverkefni sem við ætlum að heyra meira í þættinum í dag. Og viðmælendur mínir eru ekki að vera endanum, það er hún Arngunnur Einarsdóttir, hún er sérfræðingur í viðskiptaþróun hjá Landsneti og Guðrún Margrét Jónsdóttir, sérfræðingur í kerfisþróun hjá Landsneti. Verið hjartanlega velkomnar. Takk fyrir það. Takk fyrir. Mér langar svolítið bara að byrja á byrjunni. Við heyrum oft svolítið, orð í fjölmiðlum verkefni í Landsnet sem framundan eru undir nafninu kerfisáætlun. Og þetta er kannski svona típist orð sem að enginn skilur nema þeir sem að vinna í geiranum. Getið þið kannski bara byrjað að segja mér hvað er kerfisáætlun? Kerfisáætlun er sem sé plagg sem að Landsnet gefur út þarf að gefa út að minnstakosti á 2 ára fresti sem að tilgreinir hvað er annars vegar á 10 ára áætlun hjá fyrirtækinu í uppbyggingu í flutningskerfinu og svo tilgreinir það líka nákvæma 3 ára framkvæmdaáætlun með miklum fjárhagslegum stærðum á bakvið framkvæmdirnar og svona tilgreinir áhrifin sem að framkvæmdunum er ætlað að hafa. Af hverju þarf þetta að vera með svona miklu fyrirvara? Þetta er gert til þess að allir á landinu, það er að segja allir atvinnuvegir viti hvað er í framundan í flutningskerfinu og hvernig má búast við því að afhendinga geta á stöðum og innmynduna geta og fleira þróast. Þannig að þetta er gefið út til þess að upplýsa og svo líka til þess að vera í rauninni samtalsvettvangur uppbygginguna sem framundan er. Og hvernig verður svona áætlun til? Hvernig er þá þessi samráðsvettvangur og þetta ferli, Guðrún? Þetta einmitt það er mjög, þessi samráðsvettvangur, þetta gerist einhvern veginn. Hvernig verður þessi áætlun til? Mér finnst þetta mjög áhugaverð spurning að þetta byrjar mjög, við erum í rauninni alltaf að vinna að þessari áætlun. Við erum þá búin í mörg ár að vera að vinna, við vitum hvað við þurfum að gera og svo þurfum við að fara í grjótharða forgangsröðun svo hvað er að koma inn og það er eiginlega það sem ég finnst er lykilatriði í kerfisáætlun er að þetta er bara forgangsröðun og hún birti, þannig að ég veit ekki alveg. Nei, en tekur þetta þá miklum breytingum svona á milli hvers tíma, ef þið gefið út á x ára fresti, væntanlega vinna bara eina í einu, en núna framundan eru bara svona gríðarlega breytingar sem að sem að orkuskiptin kalla á með nýju markmiðum og svona. Er þetta stóra breytingar svona á milli þess áætlana á milli tímabila? Þessi stóru verkefni hjá okkur hafa verið á áætlun svolítið lengi því að það hefur kannski gengið fremur hægt að framkvæma þessi stóru gríðarlega mikilvægu verkefni en við erum einmitt mjög heppi núna eða bara mjög ánægð því Suðurnesjalína er á fullri leið og hún er búin að vera á áætlun hjá okkur lengi og svo erum við með nokkrar stórar línur sem eru í þessar nýju byggðalínu sem eru einmitt búin að vera áætlun þá í nokkur ár hjá okkur en það sér einmitt fyrir að þær sé að fara að komast áfram. Þannig að þær eru svona þetta bakbein í áætlunum hjá okkur búin að vera lengi en svo kemur í rauninni alltaf eitthvað nýtt inn líka með en það ræðst svolítið af því hvað þessar stóru fjárfestingar taka mikið pláss í áætlunum og hvað við höfum svo pláss til að vera að bæta við. Fyrir 2 árum voru mjög mikið af nýjum framkvæmdum að koma inn á áætlun og þær framkvæmdir enn í gangi þannig að en svo núna erum við með í rauninni bara 2 framkvæmdir að koma alveg nýjar inn á áætlun. Eða í rauninni 3 ár það var ein búin að koma inn áður. Þannig að það er ekkit endilega, þetta er mjög mismunandi bara eftir því hvernig gengur með framkvæmdirnar, hvað er mikið að koma líka nýtt inn og hversu mikið þetta breytist. En
það ræðist líka rosalega mikið af þessu samráði sem við erum að eiga. Það er rosalega mörg samtöl sem að við erum að eiga við alla hagsmunaaðili, við dreifiveiturnar, við sveitafélögin og þannig að það litar líka rosalega hvernig áætlunin er að breytast. En af hverju er mikilvægt að fara í þessar stóru framkvæmdir? Það er vegna þess að flutningskerfið okkar er nú þegar fullestað. Það er ekki hægt að bæta við mikilli vinnslu á mörgum stöðum á landinu og það er ekki hægt að bæta við notkun að miklu leyti á mörgum stöðum. Það er bæði og sérstaklega ef við förum í mjög tæknilega atrið, þá getum við talað snið 3B sem að margir kannski hafa einhvern tímann heyrt en er sem sé skilin á milli norðausturhluta landsins og suðvesturhlutans, þar sem að vinnslusvæðin á norðausturhlutanum eru sett undir einn hatt og síðan línurnar sem tengja þar yfir á suðvesturhlutan. Þær eru í rauninni fullestar í dag og það er ekki, og til þess að bæta úr því og bæta öryggi í kerfinu öllu og svo líka framtíðar notkunarmöguleika og þá þarf að styrkja þessar megin stofnbrautir í flutningskerfinu. Og til að halda áfram með þetta kannski, þá eru við með þessar, við köllum það systurna 3 hjá okkur hjá Landsnet sem við erum að reyna að koma í gegn og fá framkvæmi núna. Það er það Holtaverðarheiðarlínurnar 2 og Blöndulína og þetta eru alveg lykil framkvæmdir hjá okkur. Við erum nú þegar byrjuð á þessu. Verkefnið er þá að samtengja betur allt landið og með þessu getum við samnýtt virkjanirnar okkar betur á milli landshluta og tryggt afhendingargetu og afhendingaröryggi út allt land. Þetta er eins og Arkunni kom inn á þetta bakbein í kerfinu okkar og við erum nú þegar búin að ná að byggja Kröflulínu og Hólasandslínu sem tengja þá Akureyri og Austurland en þannig að við eigum bara eftir að klára þennan vesturvæng af þessari uppbyggingu en já, þessar línur eru svona gríðarlega mikilvæg því þær eru forsenda fyrir orkuskiptin og alla frekari uppbyggingu á landinu af því að línurnar sem eru nú þegar að tengja þessi landsvæði eru að standa í vegi fyrir tækifærum sem gæti verið og verðmætasköpun því að þær hafa takmarkaða flutningsgetu. Einmitt og minna Landsnet hefur sett fram orkuspá til ársins 2050 ef ég man rétt og þar kemur nú fram að það er nú spá talsverðri aukningu sem að væntanlega þarf þá betri flutningslínur til þess að ráða við. Vissulega, ef við ætlum að fara í orkuskipti, full orkuskipti fyrir 2050 þá eru spárnar okkar eftir því hvernig ferðamannafjöldi á landinu þróast og eftir því hvernig framleiðsla á rafeldsneyti og orkuskipti í millilandaflugi ganga, þá eru að spá alltaf 2-földun í allri orkuframleiðslu sem þarf á landinu og notkun. Þannig að við þurfum að gera ráð fyrir því að við munum nota mikið meira í framtíðinni til þess að geta akkurat mætt orkuskiptum og ef við ætlum að geta undirbúið okkur undir þessa framtíð þá þarf flutningskerfið að vera komið fyrst. Við getum ekki bætt við vinnslu eða búið til nýja stóra framleiðendur á kannski rafeldsneyti á landinu nema við séum með flutningskerfi sem hefur burði til þess að bera orkuna til á milli staða. Og það er væntanlega þá eitt stærsta hlutverk kerfis áætlunar. Já, einmitt eins og ég hugsa að við langaði að segja það. Það er eiginlega þetta, það er svo mikilvægt þetta hlutverk kerfis áætlunar að þetta sé gagnsætt plagg sem sýnir hvernig við ætlum að byggja upp kerfið af því að það er grundvöllur fyrir allri atvinnuþróun, þessum orkuskiptum sem við erum að fara í og bara að tryggja verðmætasköpun út allt land að hún geti átt sér stað. Já. Og forgangsraðað eða sem gefur hún þá ekki einhverja hugmynd hvernig og hvar á að byrja í töföldin og hvernig forgangsraðar maður eða hvernig forgangsraðar Landsnet? Núna er forgangsröðunin okkar þannig einmitt á því að létta á þessum flutningstakmörkunum eins og við erum búin að koma inn á það með
systurunum 3 og svo erum við líka með mikilvæga tengivirkisframkvæmd fyrir austan sem líka létt á þessum flutningstakmörkunum. Þá munum við geta flutt meira inn á Austfirði en við getum í dag og það er þessi sömu flutningstakmörkun sem að við erum alltaf, allar framkvæmdir við horfum að þetta létt á takmörkunum í kerfinu okkar eins og það er í dag. Og svo er það líka mikið í forgang hjá okkur að koma nýrri vinnslu inn í kerfið og því erum við með 3 þannig framkvæmdir á áætlun hjá okkur, bæði á Vestfjörðum í Hvalá og svo nýtt tengivirki Skarð og Ferjufitt til að tengja þá Hvammsvirkjun og Vaðölduver. Og svo vilt þú halda áfram eða ég segja mátt alveg halda áfram. Og svo þurfum við að líka, er mikið af verkefnum hjá okkur núna sem að snúa bara beint að rekstraröryggi og afhendingaröryggi. Við erum svolítið búin að vera að horfa á verkefni sem snúa að launafli og það er þá að setja upp búnað sem að hjálpa okkur að því við erum búin að fara í mikla strenglögn og dreifveitunar eru búin að fara í mikla strenglögn og því bara fylgir önnur áskorun í kerfinu og þá erum við einmitt að setja mjög spennandi búnað upp á Vestfjörðum sem að gefur okkur mjög betra rekstraröryggi á öllum Vestfjörðum því að þetta er smá svona eins og öldubrjótur fyrir Vestfjörði að þó að séu truflanir í meginflutningskerfinu þá af því að það er smá veikt út á Vestfjörðum, það er ekki mikið af virkjunum þar, þá munu þessi búnaðar dempa þessar truflanir og gera allan rekstrargrundvöll fyrir iðnað og bara þá sem eru í rekstri á Vestfjörðum miklu betri og þegar við vorum að kynna kerfisáætlun á Vestfjörðum þá einmitt var mjög gaman að segja frá þessu verkefni því að einn maður sem er með einhvers konar atvinnu á Bíldudal, hann var að segja ég er bara að borga fyrir utanlandsferðir rafvirkjans með allri þeirri atvinnu sem ég er að skapa honum af því að búnaður minn er alltaf að bíla og það er bara svo staða sem þau eru að díla við og þetta mun einmitt létta á því. Þannig að þá erum við að skapa miklu betri rekstrargrundvöll fyrir atvinnum. Ég veit að ég var bara að segja frá þessu. Nei, en bara absolutt að því þetta kemur líka inn á í raun og veru áhrifin sem þetta hefur á raunverulegt líf fólks. Finnið þið í ykkar störfum eða í þessu ferli varðandi kerfisáætlun og allt þetta uppbyggingu flutningskerfis að það sé mismunur á milli í landshluta, jafnvel viðhorf og skilning á þörfinni fyrir þessu? Já, ég myndi segja það. Ég fór núna að kynna kerfisáætlun í fyrsta skipti og mér fannst þetta mjög upplýsandi að komast að því hversu mismunandi sjónarhort fólk hefur á raforku flutningslínur á bara mismunandi stöðum og það hefur ofboðslega mikið að gera með hversu örugg afhending á rafmagni er til fólks. Það er að segja, og auðvitað er náttúrulega, þá er persónulegar hagsmunir kannski líka að svona gefa aðra sýn fyrir kannski fólki sem að þarf síðan að setja upp með línur á sínum landeigendur. Það er annað mál en síðan skiptir það oft fólk mjög miklu máli akkurat bara að vita að það er eitthvað að koma vegna þess að það er kannski búið að búa við mjög takmarka afhendingaröryggi. Og þetta hefur rosalega mikið að segja hvernig kannski byggðaþróun getur orðið í landslutum, hvernig afhendingargetan og afhendingaröryggi er. Og það er kannski verðt einmitt að byggja á því að það er í stefnu stjórnvalda að við eigum að tvítengja alla staði í meginflutningskerfinu fyrir 2030 og alla aðra afhendingarstaði fyrir 2040 og við erum aktíft að vinna í því. Það er einmitt á fullu framkvæmdi við Dalvíkurlínu 2 og það eru mörg önnur svona tvítengingaverkefni í kortunum hjá okkur. Það er á 5 ára áætlun að tvítengja út á Snæfellsnes til dæmis og svo erum við auðvitað með verkefni að tvítengja á Vestfjörðum. Þannig að við erum einmitt mikið að horfa á að bæta þetta afhendingaröryggi og það er svo verðmætt að fá að koma á staðina og finna fyrir velviljanum með þessi verkefni og fá það sjá þessa sýn og hvað þetta er mikils virði fyrir fólkið. Þannig að það bara að fá að fara landið og kynna og fá svo líka, því að það gefur mjög mikið fyrir okkur að fá beint svona bara þau að hugsa þetta svona,
og þá lætur það alveg mann hugsa mikið bara hvernig viljum við, það hefur áhrif inn í áætlunum þessir fundir og þetta samtal sem við eigum, það sem ég vil segja. Já. Það einmitt oft, það talað það varðandi orkuskiptin og við séum að fara í jarðefna eldsneytislaust Ísland á einhverjum tímapunkti. Það mikið talað að réttlát orkuskipti, að sérst orkuskiptin skilji ekki ákveðna landshluta út undan og þessu jöfnu tækifæri sem að orkuskiptin eiga að færa öllum, hvar sem þau eru staðsett á landinu. Hvernig ykkar svona sýn á þetta? Er það hægt? Er hægt að forgangsraða þannig að allir njóti góðs af? Þetta alveg mikil áskorun og ég myndi segja að þetta sé svolítið fólki kannski þetta þarf að vera alltaf þétt samstarf bæði hjá dreifiveitunum og síðan flutningskerfinu, því að við þurfum auðvitað að vera með afhendingagetu inn á svæðisbundnu kerfin okkar og svo taka dreifiveituna við og það kannski á þessum mörkum þar sem að við þurfum að vera svolítið kannski fókusa saman vegna þess að þetta skiptir máli að því að ef þú ert að fara að tvöfalda kannski notkun í einhverju einu bæjarfélagi út á landsbyggðinni, það hefur rosalega mikil áhrif og við þurfum öll að gera eitthvað grein fyrir hvar álagið að koma og vera í samstarfi með kannski eins og vinnslu á raforkuspá, að við vitum hvar álagsþróun að fara að verða mikil og getum svolítið líka verið snjöll í uppbyggingunni, geymt það sem að má vera seinna og einblínt á það sem að þarf kannski að koma fyrst, eins og það að við getum verið með hraðhleðslur fyrir flutningabíla frá kannski svæðum sem eru þegar með mikla hrávöruvinnslu og þurfa að flytja langar vegalengdir, að við séum komin kannski með sín á þetta dálítið fyrirfram og alveg akkurat í aktífu samtali. Einmitt. En við metum einmitt mjög mikils þetta samráð við dreifiveiturnar. Við erum mjög aktíft að tala við dreifiveiturnar allar. Það mikið af áskorun sem þau eru að blasa við sem að þau þá láta okkur vita af og við reynum bara að styðja þau í þeirri vinnu og bara við erum með einmitt verkefni inn á áætlun sem þá líka búið að vera miklu samræði til dæmis við HS Veitur út af nýju tengivirki eða tvítengingu í Hafnarfirði. Það búið að vera mjög gefandi samstarf við þau og við erum í rauninu búin að vera samtali við allar dreifinnar við vinnslu kerfisáætluna líka og þessa forgangsröðun og þannig að það eiginlega eins og hún segir það lykillinn af því að okkar innviðir mega ekki standa í vegi fyrir því svo að dreifinna geti sínu hlutverki því að þar blasa orkuskiptin svolítið meira við, þannig að þeirra input til okkar og inn í raforkuspá eins og Arngunnur segir svona lykilatriði. Eru þessar tengingar hannaðar sérstaklega með tilliti til svo rafbílavæðingar og kannski vetnisframleiðslu eða eitthvað slíkt? Hvernig svona verið að horfa svona langt fram í tíman? Við erum náttúrulega með núna á áætlun kannski sín sem að byggja undir það að við getum bara að vera að mæta þeirri eftirspurn sem í dag. Svo til þess að við getum verið að taka við einhverju svona stóru nýrri vinnslu eða stóru nýrri framleiðslu í kerfið, þá kannski þurfum við líka að vera að horfa á það hvar erum við með sterk svæði innan flutningskerfinu og einblín á að uppbyggingin verði á svona stórum verkefnum þar. Þannig að við þurfum kannski að vera, við erum að vinna að því að gera, styrkja núna bakbeinið á flutningskerfinu, en allar okkar áætlanir þegar kemur að því að byggja undir eitthvað eins og svona stórar nýja aðeila sem að tengjast flutningskerfinu, þá erum við með ferli sem þarf að gera ráð fyrir að við séum með ákveð commitment frá aðeilum sem vilja tengjast og við setjum þá áætlun þegar við vitum að við getum mögulega tengt en eins og staðan í dag þá erum við einfallega að einblína á það að styrkja bakbænið, að styrkja þessar 3 systurlínur komi og við getum verið með styrkan flutninga milli landshluta. Já, svo það sé hægt að hefja samtal við einhverja stóra aðila. Því að mér finnst þetta skipta alveg mjög miklu máli líka og þetta setur það kannski í samhengi fyrir það sem að pæla í flutningskerfinu því að það skiptir miklu máli fyrir okkur hvar framleiðsla og notkun að vera því við erum að fara að vera flutningurinn
þar á milli. Þannig að þegar það er talað einmitt að fá mikið af vindorku inn í kerfi, þá mun það skipta okkur máli hvar notkunin að koma inn á móti. Og því, við vitum ekki alveg hvernig svo framtíð verður tækluð, en það gæti alveg verið að þyrfti að vera einhvers konar framleiðsla á notkun í ákveðnum landsvæðum og svo sé einmitt flutningskerfi okkar bakbeini sem að tengja meira svona varaleið. Það getur alveg verið að við þurfum að setja einhvers konar kröfur að notkunin sé innan einhvers ákveðs svæðis ef að þetta verður ef það er mjög stórt. Alveg eins og uppbyggingin hefur verið hingað til, þá hefur orðið mikið af framleiðslu á Þjórs- og Túnasvæðinu og þá erum við akkurat með flutningsinnviði til að flytja það svo á höfuðborgarsvæðið og í álverinu og svo bara eins og með Fljótsdal og álverið þar og Bakka og Þeistareykja. Það hefur verið uppbyggingin, þannig að þessi bakbeins uppbygging, hún styður bara við ákveðið magn af vindorku, en við þurfum alltaf að vita, fyrsta spurningin mín alltaf og hvar á notkunn að vera, af því ég get ekki ákveðið hvernig innviðnir eiga að vera nema ég viti hvert ég að flytja rafmagni. Þannig að eftirspurnin skiptir máli? Já. En hvað gerir kerfisáætlun ráð fyrir núna að við verðum komin á betri stað? Við vitum það að það er bara loga rauðljós í flutningskerfinu á mörgum stöðum á landinu í dag, en hvenær verður sjáum við fyrir endan á því eða fá kannski fleiri græn eða jafnvel gulljós? Þegar að uppbyggingunni sem er núna tilgreinda á framkvæmdaáætlun þá er lokið, þá ættu ljósin á flestum stöðum meginflutningskerfinu á landinu að vera orðin græn eða allavega gul. En það gerir ráð fyrir að við séum búin að tengja líka nýja vinnslu og nýja tvítengja til dæmis alla afhendingarstaði í meginflutningskerfinu. Og þá eru við búin að bæta talsvert úr aðstæðum sem eru núna. Já, en það er algjörlega lykilatriði að þessar systur 3 þær komi, því að það skila sér ekki bara þar sem við erum að byggja þær er að skila sér að það er aukin flutningsgeta í öllu kerfinu. Þá erum við að losa þessar flutningstakmarkanir og þá þýðir að við getum, þá eru ljósin að verða grænni og með þess að blá á myndunum okkar sem er að gefa mesta held ég afhendingargetu, en þannig að þá sjáum við fyrir okkur, þá eru tækifærin að opnast og sama hvar vinnslan kemur svo á móti, það er í rauninni annar vinkill en þá er allar flutningskerfið okkar að styðja við uppbyggingu út allt land. Þannig að þessi uppbygging, hún hefur áhrif líka á Suðurlandi, jafnvel þó að þetta sé langt í burtu, en þessar línur skipta máli fyrir allt landið. Hvernig hefur samráðsferðlið gengið? Nú þekkjum mörg söguna af Suðurnesjalínu 2 og hún hefur tekið langan tíma. Á það við fleiri línur að hafa verið mjög lengi í svona þróun og uppbyggingu? Blöndulína 3 alltaf hann búin að vera líka í umræðinu svo sem töluvert lengi, en ég held að hún mun svo alveg, hún er á góðri leið núna allavega, það er alveg byrjað að semja við landeigendur á þeirri leið, þannig að hún er að ganga betur, en það gekk svo rosalega vel hjá okkur með Hólasandslínur og Kröflulínu, þær gengu mjög hratt, þannig að það er í rauninni allur gangur á því, það er bara mjög mismunandi eiginlega eftir verkefnum, stundum kannski þegar þessi verkefni eru búin að vera svona lengi og þau eru og bara eru eiginlega orðin eins og eitthvað annað heldur en verkefni, eða ég hugsa svona eins og Suðurnesjalína, Blöndulína, þetta er búið að velkjast lengi, þá bara, en þetta er frábært eins og með Suðurnesjalínu að sjá möstrin vera að rísa og ég bara vona einmitt að því að það samningarnir ganga vel núna með Blöndulínu. Þau möstur að rísa því þau skipta öllu máli fyrir allt Norðurland að fá þessa virkjun og fá þessa samtengingu Blöndu við hinar virkjanir á svæðinu. Þannig og bara að því við höfum talað þetta kannski smá bara áður en Hólasandslína kom, þá var nú þegar búið að aukast eftirspurnin á Akureyri. Eða þá var bara strax komnar framkvæmdir á nýjum stórnotanda bara hjá okkur, hliðin á okkur á Rangárvöllum. Þannig að það bara sýnir svo mikið hvað að það séu byggðir sér innviðir og mikilvægi þessara vinnu að leið og
innviðnir eru byggðir þá þessi tækifæri opnast og já. En svona, hvernig að taka þátt í svona bara á persónlegu nótum, hvernig að taka þátt í þessari uppbyggingu til framtíðar og þessar spennandi framtíð sem að orkuskiptin bjóða upp á? Ég myndi segja að það sé bara virkilega gefandi. Það er mjög gaman að vinna í geira sem að takast á við áskorunni fyrir allt samfélagi. Við erum að horfa á allar ákvarðanir sem eru teknar hjá okkur. Við vitum alveg að þær hafa mikil áhrif og að við erum að reyna að vera framsýn. Við erum á þróunissi, þannig að það er mjög gaman að mæti vinnuna og svona reyna að velta því fyrir sér hvernig er hægt að hafa framtíðina. Þannig að það er virkilega gefandi að geta verið að vinna í svona uppbyggingu til framtíðar. Og fyrir mig þá valdi ég líka þennan geira út af þessu, hvað þetta er ótrúlega cool. Það er svo margt að breytast núna. Við erum að fá inn allt öðruvísi orkugjafa og það er rosalega mikil áskorun fyrir flutningskerfið og kallar einmitt á þetta aukna samstarf við dreifiveitunar og það er svo mikið að tæknilegum áskorunum sem eru sjúklega spennandi þannig að það er rosalega mikið að tækifæru fyrir ungt fólk að koma inn í þennan geira núna því að þetta er bara svo mörg spennandi verkefni fyrir okkur á flutningsfyrirtækjum, mikið áskorunum sem eru þá á endanum spennandi verkefni fyrir okkur. Og svo finnst mér bara þetta starf fyrir okkur maður brennur fyrir þetta því að þetta er svo gríðarlega mikilvægt og finnur orkuna þegar við förum allt land og erum að kynna kerfisáætlun og fólk er að mæta, það er að taka sinn tíma og mæta og koma og spurja og kynna sér þetta af því að þetta hefur áhrif og þetta hefur beina áhrif á möguleika fólks á svæðinu. Það er að hugsa að geta verið í einhverju verðmætasköpun, verið í einhverju atvinnuuppbyggingu, þannig að þetta er gríðarlega mikill heiður að fá að vinna í þessari uppbyggingu og mikið spennandi tækifærum núna fyrir okkur. Já, absolutt. Takk fyrir að koma og fræða okkur betur uppbygginguna framöndan í Landsneti og af hverju hún skiptir máli, Arngunnur og Guðrún Margrét. Takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.